ég heiti Gunnlaugur Björnsson, skagamaður, fæddur og uppalinn á Akranesi, upp úr miðri síðustu öld. Gekk þar menntaveginn á enda, alla leið, eins og hann náði á þeim tíma. Pabbi var sjómaður, stýrimaður og skipstjóri á endanum, fyrst á fiskibátum og endað á millilanda skipum. Mamma kennari, eða var kennari við barnaskólann sem þá hét, af því hann var bara einn, og var reyndar með tímakennslu nokkur ár heima í stofu, þannig að ég byrjaði mjög snemma í skóla. Kláraði náttúrulega barnaskólann og svo fór maður í gagnfræðaskóla eins og það var kallað þá, sennilega 12 ára eða 13. Og það leyti fer svona kvikna smá áhugi á vísindum almennt. Það var nú ekki sérlega fókuserað en kannski helgaðist svolítið að því að það var til bókaflokkur heima sem að Almenna bókafélagið minni mig gaf út náttúrufræði og vísindi og alls konar skemmtilega hluti, og ég las það sem mér fannst áhugaverðast og reyndi að útbúa tól og tæki sem að þar var lýst, og meðal annars að rakamæli sem að ég man sérstaklega eftir sem að var eiginlega bara svona tréstöng á plötu og vísir úr einhverjum málmi, og rakaneminn var hár úr kvenmanni og hann átti helst að vera rauðhærður, þar að segja kvenmaðurinn, og systir mín var rauðhærð með sítt hár, svo ég fekk lánaðan lokk hjá henni og bjóð til minn eigin rakamæli, og hann virkaði, það var svo merkilegt. Og afi minn átti líka rafsögugler sem var notað til þess að skoða sólina, þannig að það var til vísir af einhverju vísindatengdu efni á heimilinu. En það var engin sérstök hvatning sem kom utanfrá á þeim tíma, en kom svona aðeins í gagnfræðaskólanum. Þar var kennari sem kenndi okkur að vigta með milligramma nákvæmni, og það voru nú einu tæki sem til voru í skólanum á þeim tíma. En svo náði þetta nú ekkert mikið lengra. Árið sem ég klára gagnfræðaskólann, að þá langt kominn undirbúningur að því að stofna fjölbrautaskóla upp á Skaga, og það gerðist þannig að MR tók að sér að styðja við þá þróun, og það var sett á stað menntadeild sem var kölluð, sem var eiginlega bara fyrsti veturinn í menntaskóla, og ég tek hann upp á Skaga. Og þetta var þá bara útibú frá MR, og fyrst maður var búið með það, þá var maður eiginlega sjálfkrafa kominn inn í MR á öðru árið í 4. bekk. Þannig að þegar ég kem suður þá fer ég beint í 4. bekk í MR. Og vissi nú svo sem ekki vel hvað ég vildi á þeim tíma. Og skrái mig þó í stærðfræðideild og svo í náttúrufræðideildina, og var sem sagt alinn upp til þess að verða læknir eða fara á þá leiðinni í gegnum lífið. En í 5. bekk, gekk nú svona hálfbröðsótt í 4. bekk að aðlaga sig breyttu umhverfi, breyttum aðstöðum og nýjum skóla og nýjum félögum og allt það, að það slampaðist. Í 5. bekk mátti ég nú eiginlega ekkert vera að því að vera í skóla. Það voru ýmis önnur áhugamál sem að tóku allan, eða nánast allan tíman, og sinnti náminu svona með hálfum huga eða jafnvel bara kvart, því að ég þurfti að nota tíman í annað þá. Þannig að 5. bekkur gekk ekkert rosalega vel, sem að náttúrulega augljóst svona eftir á að það samhengi milli þess sem maður setur í hlutin og þess sem kemur út. En þó var eitt fag ein grein sem stóð upp úr, og eftir 5. bekk, það var eðlisfræðin, og það var maður sem kendi mér þann vetur sem heitir Einar Guðmundsson, og situr fyrir framan mig núna, og ég segur þetta í fyrsta skipti, en það varð eiginlega til þess að
Ég fékk áhuga á eðlisfræðinni því að einhvern veginn var þetta sú grein sem að mér gekk langbest í vorið og stúdentsprófi held ég að mér sé að verið í 5. bekk á náttúrufræðibraut á þeim tíma. Ég er að leyfa mér að vona að ég hafi fengið 10 en kannski var það bara 9 en fyrir mig var það ekkert aðalatriði. Nú svo slampast ég í gegnum 7. bekkinn. Svo kemur að því að skrá sig í háskóla og þá var ég nú alls ekki öruggur á því hvað ég ætti að gera því að eins og ég segi, ég var alinn upp til þess að fara í læknisfræðina en þegar ég skrái mig í skólan þá verður maður að velja sér einhverja grein og af því að mér hafði gengið vel í eðlisfræðinni í 5. bekk að þá ákvað ég bara að prófa, slá til og prófa það sem ég geri og byrja þá þarna haustið 78. Fyrsti veturinn gekk nú ekkert rosalega vel, mér vantaði grunn í starffræði og þetta voru meiri háttar átök en það sem hafði kannski breyst frá menntaskólanum var að ég reyndi þó að sinna þessu sæmilega og síðan gerist það líklega ætli það hafi ekki verið á öðrum vetri í háskólanum sem ég tek stjörnufræði hjá Einari aftur. Hann elti mig upp í háskóla eða öfugt og það var bara mikil skemmtun og mjög gaman og þá eiginlega svona upp frá því þá vissi ég nokkurn megin hvað ég vildi. Ég vissi hvaða svið ég vildi skoða betur ef ég héldi áfram í eðlisfræðinni. Þannig að þó að þetta hafi nú bara verið eitt kúrs eða eitt námskeið sem við fengum á þeim tíma, þá dugði það alveg til þess að ákveða sig sko, að þetta var eiginlega það sem mig langaði til að gera og vildi svona reyna að sinna í framtíðinni ef að maður fengi tækifæri til. Nú, þegar ég klára eðlisfræðina 82 fæ ég vinnu hjá Erni Helgasyni sumarið að setja saman og prófa á vindmyllu sem síðar var sett upp út í Grímsey og átti þar að hita vatn til að hita hús og gerði það á meðan hún gekk en það sama sumar rakst ég eða kom Magnús Magnússon til mín og spurði hvort ég vildi ekki skreppa á sumarskóla hjá Nordita. Og ég vissi varla hvað Nordita var á þeim tíma og þekkti Magnús ekki mikið. Hann hafði gengið inn í námskeið, kennt með námskeið á síðasta misseri held ég að það hafi verið. Fram að því hafði ég lítið eða ekkert séðan. En sagði bara jú, endilega, ef það er hægt þá er ég alveg til í það. Og fór út þarna sumarið 82 til Svíþjóðar og við vorum þar held í viku eða 10 daga. Heljarinnar mikill og góður skóli og þar kynntist maður mannum sem maður átti svo eftir að rekast á oft seinna. Ég hitti náttúrulega kennarana sem var Chris Pethick aðalega og Richard Epstein og Bengt Gustafsson og ætli Nisse Bergvall hefði ekki verið það líka, ungur maður þá. Og örugglega fleiri og svo menn sem voru nemendur með mér á þessum skóla líka, Per Lilje í Noregi og Palli Möller sem núna er á ESO og fleiri. Þannig að þarna eiginlega líka fekk maður aðeins að kynnast kannski svolítið dýpra heldur en hafði verið hægt í stjörnufræði kursunum í skólanum, því sem var ofarlega á baugi á þeim tíma og hvernig menn svona nálguðust þessa hluti sem rannsóknarverkefni og þetta eiginlega gerði mann ennþá ákveðnari í að halda áfram þessari braut. Og svo haustið þá býðst mér að koma upp á Skaga að kenna. Þá var búið að stofna fjölbrautaskóla Akraness eins og hét held ég á þeim tíma, eða hvort hann hét strax Fjölbrautaskóli Vesturlands. Og ég hringdi
það vildi þannig til að kona mín gat fengið vinnu upp á Skaga þarna haustið og ég hringdi bara í skólameistarann Ólaf Ásgeirsson og spurði hvort að hann hefði ekki not fyrir einhvern sem gæti kennt eðlisfræði og stærðfræði. Og hann sagði bara, jú, hvenær getur þú byrjað? Og ég skal bara koma í haust. Þannig að við dreifum okkur bara upp á Skaga og ég kenndi þar eðlisfræði og stærðfræði í 2 vetur, fulla kennslu. Og hafði bara gaman að því. Held sambandi ennþá við allavega nokkra af nemendunum sem mun eftir mér og ég man eftir, það nú kannski erfiðara mín megin en heldur en þeirra. En þennan vetur líka, eða ég held að hafi verið seinni veturinn frekar en þann fyrri, þá keyrði ég, í minningunni var það vikulega en það nú kannski ekki alveg víst að það hafi verið svo oft, en kannski var það bara einu sinni í mánuði. Þá keyrði ég fyrir Fjörð á málstofu sem að Einar Guðmundsson stóð fyrir á Raunvísindastofnun og þar var verið að spjalla heimsfræði og þetta þótti mér mjög skemmtilegt og fannst ekkert að því að skutlast í bæinn fyrir Fjörð og tilbaka aftur á meðan að þetta var í gangi og ég talaði nú við Einar töluvert á þessum tíma líka og fékk upplýsingar það hvernig best var að bera sig að með sko að sækja framhaldsnám ef ég ætlaði það og það endar þannig að ég sæki í einum 6 skólum í Bandaríkjunum svona á víð og dreif og meðal annars University of Illinois í Urbana. Þar var maður sem Einar þekkti mjög vel og ég aðeins hafði kynnst sem Chris Pethick og ég sæki í stjörnufræðinni þar og ég sótti líka í Penn State og í Florida og hingað og þangað og ég fekk boð bæði frá Penn State og svo frá Urbana og mér fannst það á þeim tíma vera rausnarlegt boð því að þeir buðu mér að koma og felldu niður skólagjöld og annað, þannig að haustið 84 þá fer ég út til Urbana. Það samþykkt tók því að fara þangað líka vegna þessar tengingar við Chris sem að þó held ég hafi bara verið að hálfuleitinu þar og hinn helminginn í Kaupmannahöfn á Nordita. Og þarna var ég nú að dunda svona í 2 ár. Aðalega að taka kúrsana sem var skylda, eða sem var skylt að taka í framhaldsnámi en svo þegar kom að því að halda áfram og lengra þá hefðu nú þeir hluti gert að ég var komið í fjölskyldu þarna, konu og barn að konan vildi frekar fara til Danmerkur í hennar sérnám, það var þægilegra að komast í hennar sérgrein þar, sérstaklega með fjölskyldu og auk þess sem foreldrar hennar bjuggu þá í Kaupmannahöfn. Þannig að hún fer á undan mér og ég kem svo sumarið og það sem að gerist að til þess að leysa svona 2 persónu vandamál þannig að báðir geti fengið eitthvað við sitt hæfi eða sem þeim líkar á sama stað þá sótti ég á Nordita og fékk það sjálfsagt með stuðningi Chris sem hafði þar var náttúrulega í hálfu starfi þar og hálft árið eða meira og örugglega Magnússonar líka á þess að ég viti nákvæmlega hvað gekk á eða hvort það gekk yfirleitt nokkuð á, ég þekki það svo sem ekki en allavega fékk ég stöðu þar og það staða sem að núna er svona fellowship staða. Þetta var á þeim tíma var þetta nú svolítið lausari reibunum og kannski úthlutað á milli landa eftir einhvers konar kvótakerfi sem ég þekki nú ekki. En
ég var allavega mjög glaður og fór þarna sumarið 86 og vissi nú ekkert hvað ég ætlaði að gera þar því að ég var ekki komin lengra en svo. Ég var búinn að klára, var komin með meistaragráðuna frá Háskólanum í Illinois, en var ekki búinn að koma auga á svona neitt sérstakt verkefni sem ég langaði til að vinna það. Svo ég fór og talaði við Chris, satt hjá honum ábyggilega hálfan dag út í Urbana og við ræddum þetta fram og tilbaka og hann segir, heyrðu, þegar þú kemur yfir til Kaupmannahafnar og yfir á Nordita, þá skaltu fara að tala við Róland Sveinsson og sjá hvort að hann á ekki eitthvað gott verkefni handa þér. Og með það eiginlega fór ég. Að vísu þurfti ég að semja svolítið við deildina í stjörnufræðideildina þarna, því að það var nú ekki alveg hefðbundið að nemendur svona rykja af stað hálfnaðir í námi og sagðist alltaf koma aftur einhvern tíma seinna. En þetta gekk upp af því að Chris var náttúrulega eiginlega með fæturna á báðum stöðum, tengdi staðina saman. Þannig að þeir voru í sjálfu sér nokkuð öruggir með það að ef ég færi þá myndi ég koma aftur. Sem ég gerði svo nokkur mánuð seinna. Nú síðan kem ég bara til Kaupmannahafnar og byrja nú á því að læra að rata húsið að einhver leyti. En það tók nú lengri tíma en einn dag. Fór og fann Róland og spjallaði við hann heilengi, kynnti mig náttúrulega og sagði honum hver ég væri og við ræddum svona möguleg verkefni og ýmsar hugmyndir og hann var mjög önnum kafinn akkurat þegar ég kom og hann hendi fram svona einhverjum hugmyndum og ég náttúrulega skildi sumar en ekki allar. Svo fór ég og sagðist alltaf að lesa einhverja grein sem við vorum að ræða og kem svo nokkrum dögum seinna og banka upp á og fyrir eitthvað og byrja bara að romsa upp úr mér einhverju speki sem ég taldi mig að komist að. Og mér finnst hann alltaf verða skrýtnar á svipinn, strákurinn, og svo ég stoppa eftir svolítið stund og að því ég tek eftir því hvað hann var skrýtinn og þá segir hann alltaf, heyrðu, hver ert þú? Þá var hann búinn að, hafði hann verið svo annars hugar þegar ég kom og talaði við hann fyrst að hann var eiginlega búinn steingleyma því hvernig ég leit út næst þegar ég hitt hann. En það lagaðist nú og við erum miklu vinir eftir þetta, það var bara fínt. Já, svo bara kynnti hann mig fyrir þessum heimi sem hann hræðist í á þeim tíma sem að voru eiginlega allt sem snýr að raftfendum í háorku stjarninsvæðikerfum og hvernig maður vinnur með þau og hvernig maður hugsar þau og hann var nú mikill blýantsmaður, hann reiknaði helst allt út með höndunum bara með blaði og blýanti og ég lærði mjög mikið af svoleiðis vinnubrögðum, öguðum vinnubrögðum í því bara af honum og það samstarf gekk bara fannst mér mjög vel og var mjög skemmtilegt Hann var líka bara hress og kátur náungi þó hann kannski hugsaði ekki alltaf nógu vel heilsuna en það var svona hans prívatmál. Þetta 86, já. 89, þá fer háskólinn í Urbana að hnippa í mig og spurja hvort að sé nokkuð að frétta, hvort að ég sé nokkuð hættur að sinna því sem var talað og hvort þetta var áramótin 88-89, það var aðeins, ég sennilega hefur það verið 88 því að Jim Truran kom í heimsókn á Nordita. Hann hafði verið á ráðstefnu í Þýskalandi minni mig og hann var svona minn formlegi leiðbeinandi í háskólanum í Urbana, var minn
sem sagt leiðbeinandi innan deildarinnar, þó í praxís hafi það verið Róland Svensson sem kenndi mér allt sem ég kann sko í háorku stjarneðlisfræðinni. En Jim hafði verið á ferð í Evrópu, eða hvort, ég man ekki alveg hvort það var England eða Þýskaland, eða það skiptir svo sem ekki öllu, en hann féllst á að skuttlast yfir til Kaupmannahafnar þegar hann var búinn á sínum fundum til þess að þræla mér í gegnum það sem var kallað held ég prílim, sko. Það er sem sagt mið-misseris eða mið-bigspróf eða hvað það heitir hér á landi, sem sagt, þegar maður er svona sirka hálfnaður með doktorsvinnuna. Og þetta er bara rétt fyrir jólin þarna, sem að þetta er sennilega verið 88, því að hann hélt erindi og var aðalega að tala sprengistjörnuna 1987A sem að var þá eiginlega það sem að flestir höfðu áhuga á. Þannig að mér þrælað í gegnum þetta próf. Þar var líka staddur annar prófessor frá Urbana, öreindafræðingur Mike Stone, og hann var dubbaður upp í nefndina og þeir voru þarna, þeir tveir og Chris sem tóku mig á beinið og það var allt í lagi með það. Og svo lofaði ég að koma þegar ég væri búinn að skrifa, væri búinn að klára ritgerðina sem sagt, og fór svo janúar 1990 út og var allt misserið, var alveg til vors út í Urbana. Ég skrifaði þetta allt upp og gekk frá þessu og varði svo einhvern tímann í apríl, minnir mig það hafi verið. Svo eftir þetta misseri út í Urbana, þannig vorið 1990, eftir vörnina, þá fer ég aftur til Kaupmannahafnar, eða á Nordita að vinna. Við vorum að vísu á þeim tíma flutt yfir til Lundar í Svíþjóð, þar sem að Ásta fékk vinnu, og ég var áfram á Nordita fram til ársins 91. Róland reyndar bjó í Lundi og hafði gert allan tíman sem við unnum saman og pendlaði, eins og það heitir þarna á þessum slóðum. Það er að segja, hann fór bara yfir til Kaupmannahafnar í vinnuna og heim aftur. Og ég gerði þetta líka eftir að við fluttum yfir til Lundar frá haustinu 88 og alveg þangað til að við fluttum heim. Fór reyndar bara 3 í viku, þá var ekki komið brú sem að tengdi Danmörku og Svíþjóð, og ég þurfti að byrja á því að hjóla eða labba upp á lestarstöð og taka lest niður til Malmö og svo bát yfir til Kaupmannahafnar og svo strætó upp á Nordita. Þetta tók 2 tíma hvora leið, þannig að það fóru 4 tímar á dag í ferðalög úr og í vinnu. En til þess að eyða ekki of löngu tími í það, þá fór ég bara 3 í viku. Þá fór ég mánudag, miðvikudag og föstudag yfir og vann bara heima dagana, sko, til að aðeins að vísu gat maður nýtt tíman í bátunum svolítið vel til þess að vinna, og við gerðum það oft við Róland. Við vorum samferða yfirleitt og byrjuðum bara að ræða málin strax í bátnum á leiðinni yfir, þannig að við nýttum þann tíma ágætlega, sko. Og það er eitt svona moment eiginlega sem að ég man svolítið vel eftir. Þá var eitthvað vandamál sem við vorum búin að vera að glíma við, eða ég aðalega, því hann vildi nú helst að ég leysti það sem að mér var ætlað og hjálpaði bara, sko, ef ég var algjörlega pikkfastur. En það var eitt vandamál sem við vorum búin að vera að glíma við lengi. Við höfum verið að skoða hvaða áhrif svona raftvendir hefðu á gasflæði kringum Svarthol. Hvernig í mjög heitu, eiginlega 2 hitastig í gangi, það er að segja annars vegar rafeindirnar og hins vegar róteindirnar í gasinu. Jöfnurnar sem að lýstu þessu ástandi, þær virtust ekki hafa, sko, lausnir nema bara sumstaðar í gasflæðinu, ekki allstaðar. Það var bil þar sem að var ekki til nein lausn, og það hafði birst þetta grein
og sem menn bara presenteruðu lausnina þar sem þeir fundana en svo var og jafnframt sýndu það þetta svæði sem ekki var til nein lausn og við vorum búin að klóra okkur mikið í hausnum yfir þessu og skildum ekkert í þessu og þeir ekki heldur Bandaríkjamennirnir það var og nema svo er ég búin að sko liggja yfir þessu sko í marga daga og svo einn á leiðinni yfir til Kaupmannahafnar einn morguninn. Róland hafði farið fyrr þannig að við vorum ekki samferða þann daginn. Ég held ég hafi tekið einum eða tveimur bátum seinna heldur en hann, þeir voru nú klukktíma fresti. Og svo sit ég þarna í bátnum á leiðinni og eitthvað að hugsa þetta, bara hvernig í fjáranum geta á þessu staði að það skuli ekki vera til lausnir sko allstaðar á þessum jöfnum. Og það gerist sem stundum gerist ef maður bara hugsa nógu skýrt nógu lengi að þá sér maður af hverju hlutirnir eru eins og þeir sýnast vera og hvernig þeir þá eigi að vera ef maður sæi sko myndina í heild og það gerðist þarna, það kviknaði bara á risastóri peru aukstað fram í dallinum og ég eiginlega gat ekki beðið eftir því sko að hann kæmist allarleið yfir til Kaupmannahafnar svo ég geti farið og sagt Róland frá þessu og hann sá náttúrulega strax að þetta var það sem við þurftum til þess að skilja hvað var í gangi sko. Og það endaði bara með ágætisgrein sko. En það var svona bæði fín einangrun að vera í bátnum en svo var það líka sko dálítið heftandi að vita það hann kæmist ekki nema ákveðið hratt þegar mann þurfti virkilega á því að alltaf vera komin yfir eins og skot. Nú peningarnir frá Nordita runnu nú út þarna held ég að það hafi verið bara áramótin 89-90 eða eitthvað dugði eitthvað fram á 90. Ég sótti þá hjá Vísindasjóði sem þá hét og þeir fjármögnuðu eitt ár 90-91 og ég hélt bara áfram að pendla yfir til Kaupmannahafnar og vann áfram á Nordita þó þeir hafi borgað brúsann. Nú síðan gerist það þarna snemma árs 91 að Ástu býðst vinna á Landspítalanum og við fórum svona veltaði fyrir okkur hvort að við ættum að slá til og fara heim eða hvort við ættum að reyna að vera áfram úti. Við vorum komið með tvær stelpur þá og svo eldri var eiginlega komast á þann aldur að það var eiginlega spurning að drífa sig heim eða verða áfram úti og því að eftir því sem hún eldist heimun erfiðara gæti verið að snúa tilbaka sko. Þannig að við ákvaðum bara fyrir rest að flytja til Íslands og ég sótti það var auglýst sérfræðingsstarf á Raunvísindastofnun minnir mig hérna vorið og ég sæki og var ráðinn í það og það var held ég Örn Helgason sem þá var stofustjóri og við fluttum heim sumarið og byrjuðum eiginlega bara bæði þarna. Ásta byrjaði nú eiginlega bara leið og hún var komin til landsins. En ég byrjaði held ég hafi verið 1. ágúst eða eitthvað svoleiðis, seinni part sumars. Og var eiginlega varla búin að skrifa undir ráðningarsamning þegar þeir hringja í MR og spurja hvort ég sé ekki til að kenna stjörnufræði þann veturinn. Svo ég tók að mér stjörnufræðikennslu í MR veturinn 91-2, kenndi þar alla stjörnufræði en ekkert annað. Það voru held ég 3 bekkir minnum sem ég var með þar. Það var mjög skemmtilegt en það var dálítið mikið vinna ofan á allt annað sko. Ég veit svo sem ekki hvort það meira það að segja í sjálfu sér. Það náttúrulega, það bara nýr kafli þegar maður kemur heim og þetta var sko 3 ára ráðning eða hvort það var 2+2, alltaf ekki verið 2+2 því að svo gerist það sumarið 95 eða þá, já 95
þá ég ráðinn sem dósent vegna þess að Jakob Ingvarsson hafði þá verið ráðinn sem direktor á Sötingarstofnunin í Vín og fer út held ég þarna sumarið eða haustið. Og þá var ég eiginlega ráðinn svona í afleysingu í hans stað. Svo næstu ár þar og eftir fóru dálítið mikið í kennslu í öllu mögulegu. Og ég held að ég hafi verið ráðinn í 3 ár í það og svo var það framlengt minnum í 1 ár og þá var Örn Helgason aftur orðinn, þá var hann skoraformaður. Þannig að þegar það var búið þá, eða 4. árið var langt komið, þá fer ég til hans og spyr hvort hann sjái eitthvað framhald fyrir sér, hvort að þetta verði framlengt eða ég fastráðinn eða eitthvað og það voru mjög óljós og loðin svör sem ég fekk. Samanleiti hafði verið auglýst aftur sérfræðingsstaða á Eðlisfræðistofu og ég hendi inn umsókn því að ég átti svo sem allt í það. Fæ hana eða fæ boð að ég geti fengið hana. Svo ég skrifaði Páli Skúlason rektor og segi upp kennarastöðinni sem var þá orðinn prófessorstað, ég hafði fengið framgang í prófessor. Og Páll Skúlason hringir í mig og spyr hvað í gangi, af hverju ertu hættur? Og ég segi ég nenni ekki að vera tímabundið í þessu lengur. Ég búinn að fá að vísu bara tímabundna sérfræðistöðu á Raunvísindastofnun, en hún þó aðeins lengra fram í tíman heldur en þessi kennararáðning. Svo ég hætti bara í kennslunni og fór yfir í sérfræðingstöðu og hef setið í svoleiðis síðan. Og kennt bara svona þegar skólinn hefur haft efni á eða það hefur sárvantað einhvern sem þeir ekki hafa getað leyst. Og síðan ég bara í þeim rannsóknum sem að mig langar til á þeim tíma. Að vísu hefur opnast heilt nýtt rannsóknarsvið sem ég datt inn í 1997-98 og sérstaklega 99. Byrjar eiginlega 98. En sinni því úr þessari sérfræðistöðu til ársins 2005. Þá fer Þorsteinn Sæmundsson á eftirlaun og það auglýst starf forstöðumanns hálftadeildar og umsjónarmanns segulmælingastöðvarinnar í Leirvogi og ég sæki hana og eini umsækjandinn og ég væntanlega þess vegna þá eða ég veit ekki hvort það var eitthvað annað á bakvið en allavega ég ráðinn. Best að taka stuttakaflann fyrst. Ég lenti í því eins og ungdómurinn segir nú til þess að ég vera kosin í háskólaráð vorið 2008 og þá höfðu orðið miklar breytingar í skólanum, það var búið að skipta honum upp í svið, það var búið að endurnýja allan strúktúr og ungt og ferskt að mér fannst háskólaráð var kosið sem átti að taka til starfa á miðju sumri eða haustið og allir mjög jákvæðir og ákafir á fyrsta fundinum sem ég held að hafi verið bara í lok ágúst eða byrjun september. Nú skildi aldrei taka til hendinu og stokka allt upp og mánuði seinna þá strandar þjóðarskútan og sekkur í október 2008 og það sem tíminn sem átti að fara í það að gera eitthvað uppbyggilegt, hann fór aðalega í því að reyna að bjarga því sem hægt var að bjarga. Svoleiðis að þetta var nú svona dálítið öðruvísi vinna og öðruvísi reynsla heldur en að ég eiginlega hafði gefið kost á mér í, vinnan snerist aðalega það að reyna að halda skólanum gangandi og kennslunni gangandi með skertum fjárveitingum og 50% fleiri nemendum því að allir sem mistu vinnuna og dött út þeim var bara mókað inn í skólana til þess að þeir hefðu eitthvað að gera á meðan að þetta gengi yfir. Svoleiðis að sú reynsla var svo sem ekkit sérlega
upplífgandi eða skemmtileg sko, en svo var líka hitt að þarna kynnist maður líka því hvernig svona, ég veit ekki alveg hvernig ég orða það, hversu íhaldssemin rosaleg í svona skólum og svona stofnunum að það eiginlega ekki hægt að breyta nokkrum sköpuðum hlut því að það alltaf einhver eða einhverjir sem að finnst ástandi vera gott og best eins og það núna sko, og það ekki hægt að breyta neinu. Eitt af því sem að ég hafði mikinn áhuga á og við fleiri þarna í ráðinu var að reyna að breyta fjármögnunarkerfinu sem skólinn notar, deililíkaninu eins og það hét þá, sem að deilir fjármunum á milli eininga og alveg niður á skorir eða námsbrautir. Og það sem að rak mig og fleiri áfram var það að litlar einingar eins og til dæmis eða svo enn reyndar miklu fleiri eru fjársveltar og þannig að það sko mér fannst að það þyrfti að finna einhverja leið sem að væri byggði á einhverju öðru heldur en bara fjölda þreytta eininga eða fjölda nemenda í grunnnámi sem mælikvarða á fjárþörf. Og ég var gerður formaður í nefnd sem átti að fara yfir þetta og kom með einhverjar uppbyggilega tillögur það hvernig var hægt að breyta þessu. En það var alveg ljóst strax á fyrsta fundi að það var sko, það myndi ekkert koma út úr þessu því að þar voru menn líka inni sem að sögðu að það algjörlega ástæðulaust að vera að breyta neinu, það nóg fjármagn til. Nei, það sko, veitu hvernig var þetta nú orðað? Nei, það ekkert að deililíkanu, það var eiginlega niðurstaðan. Það ekkert að þessu deililíkanu, það algjörlega fullkomið. Það var náttúrulega, sko, þeirra eining var sko í mjög góðum málum og alltaf reikið með plús. Það eina sem vantar bara meira peningar inn í kerfið, sko, það var, og þá gafst ég eiginlega upp og enda, sko, og svo var ég náttúrulega kosin út af í næstu háskólaráðskosningum á eftir að því að ég sannlega hafði hugmyndir sem að voru erfiðar fyrir suma og það var voru kosnir einhverjir aðrir og þá hætti ég líka að skipta mér að þessum, ég fannst þessum tíma ekki mjög vel varið þessum að ég heiti þarna. Þó að sko almennt þá finnist mér ekkert að því að menn gefi sig að svona stjórnun ef þeir hafa gaman að því. En þannig að þetta var svona minn snerting við háskólapólitíkina og það ekkert svona, mér finnst það ekkert sérstaklega gaman. Það eru önnur stjórnunarstörf sem að mér finnst eiginlega miklu skemmtilegri að það fannst og það í fyrsta lagi í norræna stjórnursjónunganum sem að háskólinn gekk inn í það samstarf 1997 eftir mjög stífan og góðan undirbúning frá meðal annars og aðallega Einari Guðmundssyni sem að sennilega hefur byrjað 87-88 á þeim undirbúningi og fyrsta eiginlega kannski stóra skrefið ef að ég man söguna rétt er stofnun Stéttvísindafélagsins sem hann sá og sem að var náttúrulega að minnsta kosti hluta til liður í því að ganga inn í þetta norræna samstarf með sjónunganum fyrir utan það að vera svo bara faglegu vettvangur fyrir fólk á þessu sviði. Á þessum tíma var formaður stjórnar norræna sjónungans Jóhannes Annesen í Kaupmannahöfn. Mikill áhugamaður að Íslendingar kæmu með í þetta samstarf kom hérna upp til Íslands til þess að segja frá og kynna þetta og gerði það örugglega á kostnað sjónungans og þetta leiddi til þess að vísu eftir vinnu margra manna Einars Þorsteins Sæmundssonar og fleiri
að þá ákveðið að háskólinn verði eiginlega íslenski þáttakandinn í þessu samstarfi, en á hinum Norðurlöndunum voru það öll rannsóknarráðin en ekki skólarnir. Þannig að við vorum komum svolítið aðeins öðruvísi að þessu, en þetta var gert þannig að háskólinn keypti sig inn í samstarfið með því að borga 1% af áætluðum eða reiknuðum stofnkostnaði við sjónaukann, og menntamálaráðuneytið tók að sér að greiða hinn árlega rekstrakostnað eða hlut Íslands í rekstrakostnaði sjónaukans. Og þá þurfti náttúrulega fulltrúi stjórn, og ef ég man rétt að þá var ég kosinn í það, og sennilega var það ekki Þorsteinn Sæmundsson sem að við vorum fyrstu 2 stjórnarmennirnir, fórum þarna inn 1997 og ætli ég ekki setja þær í 20 ár það bil. Hafði mjög gaman að því eiginlega allan tíman. 2002 sennilega þá ég orðinn varaformaður í stjórninni, og 2004 sennilega orðinn formaður, satt þar í 2 tímabil til 2010, og það var svo sem það var dálítið mikið vinna á köflum, og hún var stundum skemmtileg en dálítið erfið, sérstaklega þegar maður þurfti að glíma við Svíana. Þeir voru dálítið erfiðir, þeir höfðu nú verið að vissu leyti frumkvöðlar í því að byggja sjónaukann á sínum tíma. Fyrsti direktorinn var Svíi, og ég held að hann hafi verið með bókhald sjónaukans meira og minna aðalega í öðrum rassvarsarnum, og gerði þetta í hlutastarfi, og síðan þegar starfsemin óx og dafnaði, að þá var nú ákveðið, ég held að það var nú áður en að við komum inn í þetta, þá var ráðinn direktor í fullu starfi til þess að halda utan um allan reksturinn, og það minnum við hafi verið Vilppu Pírola í Finnlandi, og þetta fannst Svíunum mikið bröðulega að vera með mann í fullu starfi við að stýra sjónauka, þegar þeir gátu gert þetta í hlutastarfi með tiltölulega litlu bókhaldi. En þetta var svo sem ekki stóra máli. Stóra máli sem að Svíarnir ráku á þessum tíma var að þeir vildu endalaust vera að skera niður í kostnaðinum, og vildu fækka starfsmönnum sem að voru nú eins fáir og mögulega hægt var að komast af með, og voru eiginlega, fannst mér alltaf að leita að ástæðu til þess að skera niður, og það nú aðeins farið að rykfalla smáatriðin, en ég man að ég sendi þeim einu sinni mjög harðort bréf sem formaður, og sagði að mér þetta mjög sérkennilegt að hvernig þeir kæmu fram þegar var verið að ræða fjármál og framtíð sjónaukans, og mér sýndist að þeirra sjónarmið réðust fyrst og fremst að því hversu miklu þeir eyddu í hann, eða hversu miklu þeir tímdu að eyða í hann, en ekki því hvað þeir gætu hugsað sér að fá út úr honum, eða til hvers þeir gætu notað hann. Og þeir urðu dálítið móðgaðir þegar þeir fengu svona kveðju, en það jafnaði sig nú fljótlega, það var ekkit styrt á milli manna þannig, en svo kristallast þetta þannig að þeir, eins og ég upplifði það og hugsa það eftir á, þá voru þeir í mörg ár búnir að reyna að finna einhver ástæðu til þess að draga sig út eða draga niður í þessu samstarfi, og það endar þannig að þegar tekin ákvörðun að byggja ELT, Extremely Large Telescope, og Svíarnir eru með í því, að þá segja ok, þá hættum við þessu litla dóti, og sögðu þessu úr samstarfinu norrænu sjónaukann. Og þegar þeir eru hættir, þá komu Danirnir á eftir, hálfu ári eða einhverjum mánuðum seinna, og sagði fyrst að Svíarnir eru farin, þá fyrir við líka. Og þannig
liðaðist í sundur þetta upphaflega módel þar sem að rannsóknarráðin áttu og ráku sjónengan og síðustu nokkur árin hafa farið í það að finna honum framtíð, bæði fjárhagslega og svo faglega, sem nú ekkert erfitt í sjálfu sér. En það endaði þannig að í fyrra þá yfirtóku háskólinn í Turku og háskólinn í Árósum sjónaukan, allar eignir, allar skuldbindingar, allt saman, og eru hér eftir eigendur að honum, en gera það þannig að þeir gera samstarfssamninga við þá háskóla sem hafa áhuga, og þar á meðal Háskóli Íslands, áframhaldandi rekstur á þessu tæki, og það eru allir háskólar sem vilja velkomnir þarna inn, og þannig hefur þeim tekist að tryggja það að það er hægt að reka hann nánast bara eins og verið hefur, og hann heldur áfram bara á sömu nótum og hann hefur gert hingað til, og það er meira að segja verið að smíða á hann nýjan litrúsgreini sem að verður mjög flottur. Það er reyndar búið að vera prósess sem hefur tekið allt of langa tíma og var byrjað að ræða þegar ég var formaður hennar. En já, síðustu 4-5 árin hef ég nú svona haldið mig mikið til hlés í þessu. Það er enda komið gott, ekki hollt hvorki fyrir mig né samstarfið að menn tréni þarna bara of lengi. Nú eru komið að fleiri stofnunum og til dæmis Nordita. Viltu kannski segja okkur pínlítið frá? Já, það er ég kom þangað náttúrulega fyrst sem sumarstúdent, eða þá reyndar kom ég ekki á Nordita heldur, fór ég bara beint yfir til Svíþjóðar þar sem að sumarskóli Nordita var haldinn sem ég kom fyrst á 82. Svo kem ég sem stipendiat eða fellow þangað 86 í Kaupmannahöfn og ég er þar með annan fótinn meira og minna þangað til ég flytt heim 91 og svo líður nú árin og við stóðum nú fyrir svona vinnufundum eða workshops og ég fór á ráðstefnum sem þeir héldu. Þannig að maður hélt tengslum við mannskapinn og fólkið. Og svo nú er aðeins farið að alltaf ekki verið 2004 frekar en 5 sem ég er settur sem varamaður í stjórn Nordita og ég held að Lárus hafi verið aðal maður þá og á þessum tíma 2004-05 þá er Norræna ráðherranefndin sem borgaði kostnaðinn, þá eru þeir farnir að ræða niðurskurð og sparnað og allt mögulegt og það stefnir í það bara stofnunin verður lögð niður eins og ég mann þetta og stjórnin fer í það að reyna að leita leiða til að halda þessu gangandi með einhverjum ráðum. Stjórnarformaður á þessum tíma minni með hafi verið Petter Minhagen og hann held ég hafði annarkvort dreymt eða allavega átti sér draum að Nordita flyttist bara yfir til Svíþjóðar og hann fór held ég af stað mjög snemma að reyna að svona finna leiðir til þess og ég man eftir einum fundi 2005 líklega haustið eða 6 vorið stjórnarfundi í Kaupmannahöfn þar sem að koma fulltrúar frá Kaupmannahafnar háskóla sem hafði hýst stofnunina alveg frá byrjun og Stockholms háskóla sem að gátu þá hugsanlega að hugsa sér að taka við henni ef hún færi yfir til Svíþjóðar og svona stutta útgáfan af þeim samræðum var svo að Svíar komu og buðu nánast gull og græna skóga ef að stofnunin kæmi yfir til Svíþjóðar
En Danirnir sögðu að þeim eigi nota bókasafnið okkar áfram. Og það var svona viðhorfið fannst manni sko hjá þessum köllum að Danirnir vildu helst ekkert fyrir stofnunina að gera en þeir vildu gjarnan hafa hana svona. En Svíarnir voru til í að leggja mikið á sig til þess að fá hana yfir til sín. Sem að svo varð á endanum niðurstaðan. Og við skiptin, þegar stofnunin fer yfir til Stokkólms 2007 þá detti ég, eða hætti í stjórninni. Ég held að ég hafi verið í síðustu stjórninni sem var í Kaupmannahöfn á sínum tíma. En svo kem ég inn aftur 2010 og þá í Stokkhólmi og var þar þá í 2 tímabil til 2016. Þá var bæði íslenskur direktor og á tímabili íslenskur stjórnarformaður. Svíarnir vildu hafa stjórnarformann sem ekki var Dani og ekki var Svíi, af því að þeir vildu ekki fá áframhald á einhverjum svona núningi á milli þessar landa. Danirnir voru súrir af því að stofnunin fór og Svíarnir nennti ekki einhverju töði af því að hún fór. Svoleiðis að þetta var svona, þeir vildu fá norskan eða finnskan eða íslenskan stjórnarformann ef það væri mögulegt. Svo hvorugu gæti kennt hinn einhverjar uppákomur. En þetta var bara að flestu leyti mjög ánægjulegur tími og mér sýnist að stofnunin hafi dafnað mjög vel í Stokkhólmi og það að vísu ekki nema örlitla leifar eftir af norrænu fjárveitingunni sem stofnunin hafði á sínum tíma og það eiginlega spurning að hversu miklu leyti maður getur kallað hana norræna stofnun núna. Hún í sjálfu sér dálítið mikið sænsk af því hún náttúrulega inn á Stokkhólmsháskóla og KTH. En eins og hún rekin hún náttúrulega alþjóðleg sko, en þetta bara spurning hvernig menn vilja skilgreina hlutina. Ég líti þá á hana sem norræna stofnun í kennilegri eðlisfræði. Já sko, þegar háskólinn gengur inn í samstarfið norrænu sjónauka 1997 á miðju ári, þá náttúrulega breytast möguleikandi dálítið mikið. Fram að því hafði ég verið aðalega í fræðilegum rannsóknum, handaflsútreikningum og tölvureikningum á líkonum og svona. En þegar maður fær aðgang að mælitæki eins og norrænu sjónaukanum, þá þarf maður náttúrulega að velta fyrir sig hvað getur maður gert við þetta og hvað ætlar maður með þetta. Og ég held að við Einar Guðmundsson höfum báðir verið að velta þessu fyrir okkur. Okkar bakgrunnur beggja var í teóríu en þarna erum við allt í einu komnir í mælingar og úrvinnslu og túlkun og svoleiðis. Ég fór að velta fyrir mig hvað væri nýtt og spennandi í gangi á þeim tíma sem maður gæti nota sjónaukann í og þá voru nýlega komin til sögunar fyrirbæri sem við höfum kallað gammablossar á íslensku. Þeir höfðu verið þekktir í 20-25 ár á þessum tíma. Háorku hrynur af háorku geislun sem voru mælanleg í gervitunglum á brautum jörðu. En það hefði enginn séð neitt annað en gamma geisla hrynuna sem kom frá þessum uppsprettum. Það voru til einstaka menn sem höfðu trú á því að það var hægt að finna rafsegulgeislunar tíðni í sýnilegu ljósi jafnvel og verið að eltast við að reyna að finna tilsvarandi sýnilegar uppsprettur dálítið lengi. En bæði var að staðsetningar möguleikar tunglana á þessum tíma voru svo grófir að það var ekki hægt að miða sjónauka á afmarkaðan stað til þess að eiga séns á að finna, held ég, fyrirbærin. En svo gerist það 1997
ætlaði ekki verið í febrúar, minnir mig, að þá var nýtt ítalskt gervitungl með Epo 6 sem að nemur í fyrsta skipti röntgengeisla frá svona gamma uppsprettu og þar með var hægt að staðsetja hana nokkuð vel og sýnilega geislun líka. Síðar sama ár minnum með að hafi verið, nú var aðeins svona reiðga hjá mér hérna dagsetningar í þessu, þar eru komnar svo margar. Þá tekst mann að mæla annan atburð og þar með að mæla rauðvikið og þá sáum mann að þetta voru fyrirbæri sem voru sko langt utan með okkar vetrarbraut, voru sem sagt kosmologískir. Og það var einn maður í Kaupmannahöfn á þessum tíma sem hafði verið einn af þeim fáu sem voru að reyna og höfðu verið lengi að reyna að leita að sýnilegri geislun frá þessum fyrirbærum og aldrei tekist og skildi enginn hvað hann var að reyna við þetta en hann gerði það nú samt, Holger Pedersen heitir hann og í Kaupmannahöfn og hann og þeir Kaupmannahöfnahópurinn héldu svo málþing eða svona vinnustofu, workshop þessi fyrirbæri. Ég held að hafi verið í lok nóvember eða byrjun desember 98 og ég fór til Kaupmannahafnar og ræddi við þá og þeir voru alveg til í að hafa okkur í samstarfi. Sáu náttúrulega fyrir sér að því við vorum komnir með aðgangan á rennusjónaukanum að þá myndi það hjálpa til við að fá tíma af því að sko það var úthlutað á milli landa í hlutfalli við það sem við leggjum inn í reksturinn og ef að bætast við auka nætur til þess að mæla íslenskar þá er það bara fínt. Það var sjálfsagt mál að vera með og ég náttúrulega vissi ekkert hvað ég var að fara út í, ég hafði aldrei, ég hafði reyndar mælt í náminu í Bandaríkjunum, farið og mælt í nokkra nætur á sjónauka sem skólinn átti í Kaliforníu, í fjöllunum rétt austan við San Diego og Mount Laguna mér sem heitir observatóriið. Þannig að ég hafði séð sjónauka og unnið með sjónauka, aleinn og bara með skrifaða leiðbeiningar og það hafði gengið ágætlega. En þarna gengur maður inn í náttúrulega nútímann að þessu leyti og í 23. janúar 99 þá verður einhver stærsti blossi sem mann hefði orðið varið við til þess tíma, mjög bjartur. Hann náðist bara á eiginlega hvaða myndavél sem var beint upp í loftið á þeim tíma. Þá var eiginlega Jens Hjort í Kaupmannahöfn orðinn minn aðal svona samstarfsmaður í þessu og við höfðum verið að ræða saman það hvort það væri ekki sko möguleiki á að mæla skautun í ljósinu frá svona uppsprettum því að menn höfðu túlkað þessa útgeislun sem synkrotongeislun og hún er í eðlu sínu allavega við réttar aðstæður getur hún verið mjög skautuð. Svo við fengum þessa hugmynd og þá kemur þessi bjarti blossi og við bara stökkum á norrænu sjónaukann, höfðum fengið svona priority tíma þar ef eitthvað svona kemur upp og það bara stokkið til og reynt að mæla skautunina í þessu ljósi og ég held að það sé fyrsta tilraunin sem menn hafi gert til þess. Hún að vísu tókst ekki því að við fengum bara efri mörk á skautunina en þetta var allavega fyrsta tilraun til þess að reyna að mæla þetta og það var svona upphafið að þessu samstarfi sem hélt svo áfram í mörg ár og var held ég mjög gott fyrir okkur sko. Það á þessum tíma var Páll Jakobsson nemandi á líklega öðru ári, öðru ári. Og ég var á ráðstefnu upp í fjöllum í Svíþjóð þarna í janúar
og við hittumst svo í Kaupmannahöfn við Palli og flugum suður til La Palma og upp á fjall og vorum að reyna að mæla sko glæðurnar frá þessum blossa þarna mánaðamótin janúar, febrúar. Og náðum hérna mælingu, fengum hérna punkt í birtuferilinn. Og það var í fyrsta skipti sem að Palli kom að svona stórum sjónauka. Fyrsta skipti sem ég notaði norrænu sjónaukann reyndar líka. Og það var svona mjög skemmtileg ferð. Nú síðan held ég bara áfram þessu samstarfi við Danina og hérna sæki svo 2001 held ég hafi verið öndauðstyrk hjá Rannís, þá voru þeir að byrja með það fyrirbæri, fyrsta skipti og ég læt bara vaða, skrúa saman hérna, umsókn gammablosaverkefni og fæ einn af þessum 5 fyrstu öndvegistyrkjum sem að voru, var úthlutað og manni þótti þetta rosalegar upphæðir á þeim tíma. Þetta dugði til þess að fjármagna postdoc í 3 ár og hálfan stúdent. Og það var Palli, hann var hérna þá búinn með 2002 er samningurinn styrking gerður. Palli þá kominn til Kaupmannahafnar í framhaldsnám og styrkurinn var notaður að hluta til þess að fjármagna námið hans þar. Hann þurfti, sko, Danir höfðu þá tekið upp þá reglu að þeir sem komu í framhaldsnám þeir þurftu að geta sýnt fram á að þeir væru búin að fjármagna námið alveg til enda og hérna, þetta dugði honum til þessa. Og postdoc, þá réði ég Stefanie Curti frá Frakklandi. Hún var nýbúin að skrifa sína doktorsritgerð svona hermannir eða simuleringar á myndun vetrarbrauta og vetrarbrautahópa. Og ég réð hana eiginlega til þess að sjá hvort það væri hægt að pikka út vetrarbrautir út úr simuleringunum sem að hefðu eiginleika sem að okkur á þeim tíma sýndist kísilvetrarbrautir gammablossanna hafa, sem að voru aðalega litlar, óreglulegar, svona kompakt og með háa svona eigin stjörnumyndun eða specific star formation rate. Og hún reyndi svona hún fór í gegnum þau gögn sem hún hafði og simuleringar og tíndi út vetrarbrautir sem höfðu þessa eiginleika og við vorum að sjá hvort að þetta var hægt að nota svona reikninga til þess að segja sér eitthvað líklega eiginleika svona hýsla. Og ég held að það nú líka verið svona fyrsta skrefið eða fyrsta skipti sem maður reyndi eitthvað svoleiðis en það var svo sem bara mjög skemmtileg tilraun að gera. Svo kom, það er náttúrulega fullt af bæði sumarstúdentum og öðrum sem hafa komið að þessu. Elína Lindfoss var hérna finnsk stelpa sem var hérna í námi í Ellisvæðinni. Hún vann hjá mér sumarið 2000 og við vorum svona að bauka eitthvað með þessar mælingar bæði úr norrænu sjónaukunum og svo mælingar sem aðrir höfðu gert bara túlkanir, sérstaklega á skautunarmælingum. Hún hafði áhuga á því. Hún er núna í Finnlandi, Turku líklega. Svo kom Guðlaugur Jóhannesson og hann var bara tekinn í hópinn og hérna settur í vinnu og í líkanreikninga af glæðum svona gammablossa fyrirbæra. Og upphaflega í bara meistaraverkefni sem var svo eiginlega bara, því var bara cancelerað eða það var bara strokað út og breytt í doktorsverkefni sem hann kláraði held ég á medtíma tæpum. Og er enn að, hann var sem sagt fyrsti doktorsnemi sem við útskrifum úr
loftslagsvísindunum. Nú síðan, já, það eru nú eiginlega, þegar þarna komið sögu, það 2007 líklega. Þá nú eiginlega, sko, nýja brumið farið að þessu og þetta orðið svona meiri rútínuvinna. Það kom alltaf inn fleiri og fleiri atburðir og þeir eru hver öðrum líkir menn maður hættir svona að nenna að fylgjast með þeim öllum, heldur tekur svona kannski þá sem að manni sýnist áhugaverð eftir eða finnur einhvern annan flöt og ég fór þá meira og meira að velta fyrir mér sko hýsilvetrarbrautunum sjálfum frekar en blossa atburðunum. Eitthvað sérstakt í eiginlegum vetrarbrautana eða umhverfinu sem blossarnir verða í sem að afgerandi fyrir það hvar og hvernig þeir geta myndast. Og það nú svona glíma sem ég enn að dunda við og það gangi nú frekar hægt en bara mjög skemmtilegt. Ég veit svo sem ekki hvort ég á að segja meira blossana eða norræna sjónaukann. Þetta eru svona þau tengsl sem að ég hef haft við hann og mælingar með honum. Það reyndar annað rannsóknarsvið sem ég hef ekki minnst á, sem ég hef aðeins svona fiktað við en hefði sennilega ekki getað gert óstuddur, en ég hafði mjög góðan stuðning og ég var eiginlega meira aðstoðamaður heldur en nokkuð annað hjá Einari Guðmundsssyni í heimsfræði pælingum sem voru mjög skemmtilegar. Ég kynntist þeim fyrst sko 1980 hvað sagði ég, 2, 3, 4 þegar hann var með málstofu á Raunvísindastofnun og ég keyrði fyrir Hvalfjörð til þess að fylgjast með og hef alltaf haft svolítinn áhuga á því síðan. Nú síðan höfum við unnið saman allavega 2 ef ekki 3 greinar, stórar og miklar og það hefur líka verið mjög skemmtilegt en það meira svona fræðilegt, það ekki neitt sem maður gerir með norrænu sjónaukanum ennþá og kannski eldri en það voru líka mjög áhugaverðar og lærdómsríkar pælingar. Já, ég tek við hálfloftadeildinni á Raunvísindastofnun í mars 2005 og ég hafði í sjálfu sér ekki almennilega hugmynd hvað fælist í því nákvæmlega. Ég þekkti náttúrulega Þorstein Sæmundsson og vissi af honum en vissi í sjálfu sér ekkert hvað hann var að gera annað en það að hann rak segulmælingastöð Raunvísindastofnunar sem búin að vera starfrækt frá 1957 og held ég lengstu samfelldu mælingar sem hafa verið stundaðar á stofnuninni. Og svo reiknaði hann almanakið og útbjó það og meira vissi ég ekki sko. Og nema svo sækja þetta starf þegar það auglýst og einu umsækjandinn, svoleiðis að þeir hefðu að vísu geta hafnað mér en þeir ákvað að gera það ekki og réðu mig í vinnuna sem að þýddi það að ég þurfti að byrja á því að setja mig inn í mælingarnar og reyna að átta mig á því hvað út á hvað þær gengu, hvernig maður bara gerir þessa hluti og það var náttúrulega bara þjálfun og Þorsteinn tók mig bara að sér og var með mér í fyrstu svona 2 mánuðina meðan ég var að læra vinnubröðin og finnstilla sjálfa mig í því hvernig maður mælir því að maður þarf stór hluti af starfinu í að reka svona observatóri og það munur á observatóri og svo mælistöðum sem ekki eru með observatóri nákvæmni í mæligögnunum. Að maður þarf að fara minnst vikulega og mæla á handafli til þess að kvarða sjálfvirkumælana, vera vissum að þeir séu rétt, að gögnin frá þeim séu rétt. Og við skilum frá okkur gögnum sem eru með nákvæmni upp á sko 0,5 nanotesla sem dálítið gott þannig lagað. Það er bara standardinn sem notaður í þessum mælingum. Þetta dálítið
þetta svona helmingurinn eða á stundum meira af vinnutímanum sem fer í það að sinna segulmælingunum og bæði handvirkumælingunum og sjálfvirkumælingunum, kvörðunum og frágangi gagna og allt sem tilheyrir þessu og svo sendir maður gögnin til alþjóðlegra gagna miðstöðva á þessu sviði. Þannig að ég svona hef litið á þetta í gegnum tíðina, hef ég litið á umsjónina með segulmælingastöðinni á svipaðan hátt eins og kennsluskyldu hjá þeim sem eru með kennsluskyldu í kennarastarfi. Þannig að þetta svona álíka, kannski heldur meira heldur en helmingur af starfinu hjá manni. Stærsta vandamálið sem að ég fékk í hendurnar þegar ég tók við voru skráningatölvurnar sem að voru notaðar. Það voru BBC-tölvur sem að fáir núlifandi hafa séð og enn færri sennilega muna eftir því. Þær voru mjög góðar og Jón Sveinsson sem var tæknifræðingur hjá Álfsdeildinni þegar ég tók við, hann hafði forritaðar sett þær upp og þær voru mjög öflugar. Það var þetta eiginlega forritaðar út í smæstu smáatriði ef maður vissi hvað maður var að gera. Þær gátu bæði lesið af mælum, lesið af klukkum og skráð aflestarana og það var eiginlega ekkert í þeim sem maður gat bilað nema aflgjafinn og þannig að þær voru eiginlega bara ódreipandi og höfðu verið notaðar í sannlega 25 ár bara non-stop. Eini gallinn við þær, allavega miðað við svona nútímann, að gögnin voru skrifuð á 5,25 tommu disklinga. Það voru ekki nettengjanlegar og gagnamagnið sem var safnað var þannig að það þurfti 2 diska á viku og það þurfti alltaf að passa upp á að vera búin að skipta diska þannig að það væri nóg pláss þangað til maður kæmi næst í heimsókn. Þannig að það var rosalega svona bókhald stöðuna á disklingunum í tölvunum og það eru 2 mælar og 2 tölvur og 2 drif í hvorri þannig að það voru 4 diskar en það er náttúrulega hægt að synkronisera þetta þannig að maður gerir þetta nokkurn veginn eins. En það sem ég vildi gera var náttúrulega að setja upp nútíma tölvur með nútíma umhverfi, nettengjanlegar þannig að maður geti fylgst með stöðinu og tekið gögnin bara gegnum netið til byggða og unnið úr þeim þar. Og það var dálítið mikið púsla því að það þá þurfti maður náttúrulega að læra á allt á dóti, hvernig virkar þetta, hvernig hef ég samskipti við mælana, hvernig sæki ég gögnin frá þeim og svona. Og það tók mig nú sannlega 2 til 3 ár þangað til ég var alveg búinn að hugsa það til enda því að það sem flækir líka í þessu að þegar maður að gera mælingarnar að handafli að þá hefur notar maður sérstaka mæli, segulsviðsmæli og maður þarf að hafa aflesturinn á sjálfvirkumælunum á sömu sekúnduna eins og maður gerir handvirkumælinguna. Þannig að maður þarf að hafa einhverja leið til þess að tímasetja nægilega nákvæmlega sína eigin mælingu, handmælinguna og svo sækja viðeigandi gögn og mælum. En eftir að ég var búinn að koma mælunum inn í ég keypti bara fartölvu, sett upp Linux-kerfi og skrái svo frá þeim á hverri sekúndu þannig að leið og ég veit sekúnduna sem ég mæli á þá get ég sótt gögnin frá mælunum á sömu sekúndu. Þannig að þetta var dálítill hausverkur að finna út úr því að hvernig maður geti samtengt þetta allt saman því að það eru þriðji mælirinn svo líka í gangi sem maður líka að nota þannig að það svona það var dálítið mál. Það tók mig eins og ég segi 2-3 ár að gera þetta. Og svo svo keyrði ég samhliða í 2 ár eða 3 nýju tölvurnar og gamlu BBC tölvurnar bara til þess að vera öruggur á því að það kæmi ekkert upp ekki áramót eða neins staðar neitt sem að ruglaði
nýju skráninguna nýtt. Og svo slökkti ég á síðustu tölvunni, BBC tölvunni 2012. Þannig að 7 árum seinna þá fór hún. Og þetta eru safngripir, alveg hreint, alveg ódreifandi og ég er með 2 upp á skrifstofu hjá mér og ég hef tími ekki að henda þeim, sko. Ég ætla að setja þær á eitthvað safn, eitthvað árið. Síðan hefur þetta nú bara, það er að segja segulmælingastöðin, hefur bara gengið og rúllað og er í rauninni orðin svona næstu því rútína hjá manni. Maður þarf náttúrulega alltaf að vera með hausinn aðeins tengdan þegar maður er að mæla því að þetta er nákvæmnismæling og maður vill ekki þurfa að fara aftur af því að maður gerir klúður að einhverju. En það sem hefur gerst þarna í kringum stöðina er að byggðin er komin svo nálægt að það sem einu sinni var lengst upp í sveit, það er nú bara 300 metra frá næstu húsum og það eru krakkar og sennilega unglingar og eitthvað lið í leita ævintýrum sem kemur og er að brjóta rúður og er að spreyja húsið utan og spreyja inn í lásana svo maður komist ekki inn og eitthvað svona nudd. En það er bara alls staðar það sem er fólk, þar er eitthvað svona, getur komið upp eitthvað svona vesinn. En þetta er svona eitt, svo hef ég reyndar notað háloftadeildina. Ég vil hefði nú reyndar vilja skipta nafn á henni og kalla þetta bara stjarnvísindadeild, en það er svona dálítið þyngra mál innan húss af því það þarf held ég að fara fyrir stjórn og jafnvel fyrir fund á stofnuninni. En ég hef notað háloftadeildina til þess að reyna að styðja við stjarnvísindamennina á stofnuninni. Bæði með, ef það þarf að kaupa tölvu eða skjá eða eitthvað svona smottir í, eða með því að ráða menn í stúdenta í sumarvinnu eða jafnvel sérfræðinga í einhverja mánuði eða jafnvel í 2 ár eins og ég gerði einu sinni. Þannig að ég hef skotið inn einum eða 2 mánuðum fyrir stúdenta í framhaldsnámi ef hefur staðið tæft á fjármögnun og bara reynt að nota deildina til þess að bakka upp aðra starfsemi í kringum mitt áhugasvið. Ég veit svo sem ekki hvort að það erfist áfram þegar ég hætti en það verður bara komið ljós seinna. Og svo er eitt auka verkefni sem hefur svona þærst meira og meira yfir á mig og það er hitt verkefni sem Þorsteinn hefur sinnt í 60 ár. Sem er Almanak Háskólans. Það hefur verið gefið út í bráðum 40 ár og hann er búinn að sjá 240. Hann er búinn að sjá 60 af þessum 240. Já, ég hef verið aðstofan sem sagt með Almanakið í síðustu 10-12 árin og það var nú aðalega því að hann var með umbrotsforrit sem hann hafði skrifað sjálfur fyrir prentvélarnar í Odda sem hafði prentað Almanakið sko árum eða áratugum saman. En sko prentvélarnar endurnýjast tiltölulega hratt og það kom að því að þetta umbrotsforrit sem hann hafði skrifað og skilaði Almanakinu á formi sem var hægt að dæla beint inn í vélarnar, það var orðið úrelt og þessi heimur allur breyttur þannig að hann var einhvern tímann að ræða þetta við mig og ég segi akkur förum við ekki bara með þetta yfir LaTeX, eitthvað sem við kunnum og getum stýrt. Og hann var nú alveg til í það en hann nennti ekki að gera það sjálfur eða var eiginlega bara búinn að fá nóg. Hann var búinn að eyða á þeim tíma sjálfsagt verða 50 árum í þetta og fannst bara en ekki geta kannski gert meira þannig að ég sagði bara við skulum leysa þetta og svo sóttum við styrk á Almanakssjóði og réðum sumarstúdent í forritunarvinnu og við forrituðum þetta yfir í með Python, þannig að við tökum allar gagnaskrárnar eða inputskrárnar og snöruðum yfir í LaTeX kóða sem setur upp síðurnar að mestu leyti og það er furðu sjálfvirkt en það er samt alltaf dálítið föndur þannig að síðustu árin hefur Þorsteinn séð útreikningana og megnaði því en ég hef séð umbrotið og svo skiljum við þessu bara sem PDF upp í prentsmiðju og það er ekkert að hugsa það meira þannig að þetta er orðið svona tiltölulega þægilegt. En nú segir hann mér að hann sé líklega að vinna í sínu síðasta almanaki, það er númer 60.
Þannig alltaf dæmist þá ekki mig á mig að taka næstu nokkur. Þá veit ég ekki meir. Svo þetta svona starfsemi hálfloftadeildar eins og ég hef sinnt henni síðustu árin. En meðfram hef ég náttúrulega reynt að sinna mínum rannsóknum og áhugamálum mínum rannsóknum eins og verið hefur, en það hefur svona heldur svona klipist af þeim tíma með það sem áður var, af því að það eru aðrar skyldur sem ég þarf að eiga við líka. Og nú held ég að ég sé búinn á minnisbólu. Já. Nema sé eitthvað sem að þú eða þið viljið spyrja um. Það einu sem ég datt í hug, hvort það væri eitthvað frekar með erlend samstarf eða einhverja menn sem það minn, og minnst á Róland og Jens Hjort. Já, það sko, ég hefði nú kannski átt að minnast á það áðan þegar við vorum að tala um svona aðsópskringlur og gasflæði í kringum Svarthóla, og það eru mesta vinnunni vann ég til að byrja með Róland Svensson sem kenndi mér eiginlega allt sem ég kunni á þeim tíma auðvitað. En svo voru fleiri sem komu við sögu. Það var til dæmis 94-95 að þá hafði Igor Novikov samband. Hann er rússi sem hafði unnið mikið í með Svarthol og bara almennu afstæðiskenninguna almennt og alls konar hluti, með Kip Thorne og alls konar kallum. Hann hafði flust yfir til Kaupmannahafnar og fengið stóran styrk til þess að setja á stofn Theoretical Astrophysics Center. Og hann var með stúdent sem heitir Júlía Artemova og þau komu hérna í heimsókn, ég man ekki hvort það var 94 eða 5, og hann hélt hérna einn eða 2 fyrirlestra og vildi eiginlega fá mig í samstarf sem að ég sagði bara já, fínt, ekkert mál. Svo kom nú í ljós að aðal samstarfið fólst í því að eiginlega vera leiðbeinandi hennar Júlíu sko, sem átti að skrifa einhver forrit til að reikna út svona aðsópskringlur sem við vorum að pæla í á þeim tíma, og þá vorum við að hugsa um kringlur sem að fóru úr því að vera sko optískt þykkari yfir í þunnar og einhverja brúna formúlur sem að getu dregið mann á milli. En það endaði nú þannig að hún var nú ekki sleip í forritun. Þetta var náttúrulega Fortran kóði sem var notaður, sem ég hafði skrifað upphaflega. Það endaði með því að hún tók hann og breytti honum eitthvað og lagaði eitthvað til eða bætti einhverju við. Ég man nú ekki smáatriðin og keyrði hann og það var svona hennar vinna. En við skrifuðum nokkrar greinar úr þessu og ein þeirra er ennþá töluvert lesin. Hún er nálganir sem hægt að gera á, eiginlega, ef maður hugsar sér sko lýsingu á Kerr-Svartholi með einhvers konar newtonsku mætti, eða einhverju nálgun á newtonst mætti, að þá settum við fram 2 eða 3 nálganir á því sem að fólk hefur verið að nota, því að það einfaldar sko, ef maður hefur bara áhuga á radialstrúkturnum, að þá er hægt að ná fram eiginleikum þessa Kerr fyrirðarinnar með einföldu newtonsku mætti, með ekki allt of mikilli ónákvæmni. Og við fórum bara í gegnum það, hvað er mikil ónákvæmni ef maður notar svona mætti eða svona mætti í staðinn fyrir að reikna þetta bara á fullu. Og það var mjög skemmtilegt að kynnast þeim og fleiri Rússum. Þetta var náttúrulega fyrstu kynni mín af Rússum sko yfirleitt, og þeir eru náttúrulega Rússar og eru pínlítið öðru eins og við, en svona á skemmtilegan hátt. Allavega sú hlið sem ég sá sko, en svo fekk maður sögur hjá honum af gamla Sovjettímanum sem voru líka ógleymanlegar. Og síðan var annar, það var Pólverji reyndar, Marek Abramovits heitir hann, var í Gautaborg, prófessor á þeim tíma.
Við skipulögðum og héldum hér á Íslandi workshop 1997 sumarið svona, gasflæði í kringum Svarthol. Það var 100 manna hópur sem kom. Nei, eða hátt í 100, 70-80 kannski. Vorum svo bjartsýnir að við ætlaðum bara hringjum í nokkur hótel og bókum hérna herbergi fyrir þennan hóp og bara með nokkra mánaða fyrirvara, sko. En 97 var það ekki einu sinni möguleiki, sko. Það náttúrulega vonlaust núna að gera með nokkra mánaða fyrirvara en það var það líka þá, þannig að það endaði því að við fórum með allt lið á Laugavatn og vorum þar í 5 daga á Eddu hótelinu. Sem að var ágætt, því að þá var hópurinn, sko, hann tvístraðist ekki á kvöldin eins og hann gerir oft á svona ráðstöfnum sem í borgum, heldur var hópurinn meira og minna saman allan tíman og ég held að menn hafi nú bara verið ánægðir með það þegar upp á staði, sko. En við unnum saman í 3-4 ár. Ég man ekki líka, hann var svo lengi á Nordita sem svona corresponding fellow og var með mjög mikil og sterk tengsl alltaf við Nordita meðan hann var í Gautaborg, en hún kom á eftirlaun og flutt til Póllands aftur. Og margar skemmtilega sögur til honum sem við kannski tökum annars staðar. Svo gerist það 1993 að vorið að þá koma hér fransmenn í heimsókn og þá eru það hálóttamenn að leita að fyrsta lagi staðsetningu fyrir hálóttaratsjá og öðru lagi einhverjum samstarfsaðila eða tengilið og þeir náttúrulega fara upp á Raunvísindastofnun sem að hýsti bæði eðlisfræðina og jarðeðlisfræðina og all jarðvísindin og það hafði engin áhuga á að sinna þeim og þá komu þau til mín og sagði ok, ég skal bara gera þetta fyrst það enginn sem nennir, þá tek ég þetta bara. Og það þýddi það að við fórum á rúndinn og keyrðum Vesturland til að leita að stað fyrir radar sem átti að horfa upp í háloftin til norðvesturs yfir Grænlandi eiginlega. Og þetta er verkefni sem risastórt alþjóðlegt verkefni sem kallað SuperDARN, Dual Auroral Radar Network heitir það. Og þá stillaður upp ratsjám eiginlega bara eftir öllu norðurljósabeltinu og þeir vinna í pörum, það horfir sem sagt einn radar hér á móti radar frá Kanada sem horfa yfir sama svæðið og þá skjóta þeir upp geisla, þetta er bara Doppler-radar sem virkar eins og lögguradararnir. Þeir skjóta geisla upp í háloftin og mæla endurkastið og þá fá þeir hraðan á rafeindaþéttleikunum sem er að endurkasta bylgjunum. Og með því að skjóta úr 2 áttum samtíðis að þá geta þeir fengið hraðavektorinn. Og þeir voru búin að finna, ég fór með þeim og við sömdum við bónda vestur á Melum, í Melusveitinni. Að fá að reisa þetta hjá honum, hann var alveg til í það. Og svo fórum við nú að skoða aðeins betur aðstæðurnar, fórum upp í Gufunesradio sem var þá með stöð upp í Grafarvogi, bara við Gufunesið. Húsið held ég stendur enn en loftnetinnar eru mestalítið farin. Þeir hoppuðu og urðu alveg öskureiðir, þeir farið ekki að setja þetta niður þarna því að við erum þá voru þeir búin að færa megna sínum loftnetum út á mýrar og geislinn úr radarnum færi beint yfir loftnetin hjá þeim og þetta er náttúrulega fjarskipti fyrir flugvélar og svoleiðislega þannig að þeir vildu alls ekki taka sénsinn á því að það yrði einhverja truflanir. Þannig að þá máttum við fara annan rúnd og fórum suður á land og enduðum út í mýri fyrir norðan Stokkseyri og þar fengum við leyfi hjá hreppnum til að byggja stöðina og hún var tekin í notkun sumarið 94. Og ég sá svona innflutningin á öllu dótinu og reksturinn á öllu draslinu alveg þangað til að þeir hættu starfsemi fyrir 2 árum.
þannig að í 25 ár eða einhver óskup, ekki alveg 25 ár. Jú. Og í millitíðinni hafði nú reyndar sá PI-inn eða sá sem var í forsvari fyrir Frakkana, hann fekk einhvern magakrabba fyrir 10 árum og dó, þannig að ábyrgðin og reksturinn á stöðinni var fluttur yfir til háskólans í Lancaster. Svoleiðis að þetta hélt áfram í 25 ár. Ári eftir að Frakkarnir fóru í gang 94, þá komu Bretar hérna frá háskólanum í Leicester og reistu aðra alveg eins stöð í Þykkvabænum og hún horfði sko til norðausturs yfir smuguna eins og var kallað hérna í gamla daga í fiskveiðunum, en yfir norður Noreg og norður Íshafið þar norður af, á móti radar sem var í Finnlandi. Þannig að hérna, og sú stöð var líka aflögð fyrir 2 árum, 2019, þannig að samhliða öllu öðru þá sá ég að reka þetta og sáum að þetta stoppaði helst aldrei í 25 ár. En núna það báðar stopp og þriðji aðilinn sem Dartmouth College í Bandaríkjunum kom inn 2019 og þeir ætla að endurbyggja báðar ratsjárnar í Þykkvabænum með nýrri tækni, nýjum og miklu nettari loftlitum, miklu einfaldari elektróník. Og það átti að vera tilbúið 2020 en hefur dregist. Það ekki alveg búið enn og það búið að vera svo erfitt með framkvæmdir og ferðalög á milli landa síðustu 2 árin. Út af fárinu og þessu dóti og gámaskorti og öllu mögulegu. Þannig að við reiknum með að klára það í næsta vor og þá fari það í gang. Og þegar það komið í gang þá var ég hættur að hugsa það. Skil ég við þann kafla í mínu lífi og hérna. Velti því yfir á riddarann á Raunvísdalstónum. Og svo reyndar eitt í viðbót, rúllar ennþá. Og það reyndar önnur starfsemi sem ég erfði með Háloftudeildinni og það samstarfi í Japani, Pólrannsóknastofnunina í Japan. Þeir eru búin að vera hérna síðan 1984 og hafa verið á 3 stöðum aðalega þangað til fyrir svona 10 árum. Þá lokuðu þeir starfsemi sem var út í Æðey á Ísafjarðardjúpi en eru enn með tæki á Mánabakka og á Augastöðum fyrir Húsafell. Og það eru sko það að vera 40 ár síðan þeir byrjuðu. Og það náttúrulega búið að skipta PI hjá þeim að minnsta kosti einu sinni og yfirvofandi eitt í viðbót. En það hefur gengið ágætlega, það hefur verið svona hógvært sko, þeir eru aðalega með nokkrar myndavélar og hérna segulsviðsmæla og svona. Þannig að það svona, og það eru bændur sem hafa séð að þjónusta tækin á staðnum. Ég hef kíkt að öðru hvoru ef eitthvað stórt hefur komið upp á. Og svo eru 10 ár síðan að Kínverjar fóru að koma hérna líka í sömu erindum. Það sem sagt heimskautastofnun Japana hefur verið með mælingarnar hér og heimskautastofnun Kínverja á leiðinni. Og þeir eru svolítið öðruvísi, þeir hugsa svolítið stærra og hugsa lengra. Og þeir eru byrjuðu fyrir 8 árum síðan líklega að mæla. Austur á Kárhóli í Reykjadal og þeir eru með sig að byggja þar sko bara alvöru observatórium og gera ráð fyrir alls konar tækjabúnaði þó þeir séu ekki búin að setja upp nema 4 eða 5 norðurljósa vélar þar á meðal litrófsmæla og ríoloftnet og allt mögulegt og segulsviðsmæla og verður örugglega meira á leiðinni. Og þeir sem að þar hafa verið í forsvari eru lærisveinar Japanana. Þeir lærðu hjá heimskautastofnun Japana þannig að það eru svona tengingar hann á milli. Og ég hef nú rætt við Japanana að þegar bændurnir á
á Mánabakka og í Húsafelli eru orðnir of gamlir og of lúnir til þess að geta sinnt tækjónu þeirra áfram, þá ættu nú að hugsa að flytja þá yfir til Kvíverina þar sem aðstæðan sko miklu betri og nútímalegri heldur en það sem þeir hafa. Kannski verður það bara ein svona allsherjar hálofta rannsóknastöð á Íslandi svona. Þetta einhver áratugi. Nú man ég ekki meir. En það mátti ekkert vera slóra neitt.